Hvað er hreyfing? Er ég til dæmis á hreyfingu? Það er hægt að svara þessari spurningu á marga vegu. Við getum sagt að jörðin sé á hreyfingu og þá er allt á hreyfingu. En í eðlisfræði, þegar við erum að tala um hreyfingu, þá miðum við hreyfingu miðað við það sem er í kringum okkur. Hér, hreyfingu, er ég á hreyfingu miðað við jörðina. Þá þurfum við líka að velta fyrir okkur, hvernig spyr ég spurningarinnar? Er ég á hreyfingu? Ég er vissulega að hreyfa hendurnar, en er ég á hreyfingu? Og hvað er hreyfing? Jú, hreyfing er færsla af einum stað yfir á annan, þegar eitthvað færist frá einum stað yfir á annan. Þannig að ég sem eining er ekki á hreyfingu. En ef ég labba, þá færist ég. Ég var þarna áðan og nú er ég hér. Við getum mælt hreyfingu með því að mæla vegalengdina í metrum, í millimetrum, kílómetrum eða hverju sem er og mæla tíman. Og hreyfingin, sem er þá hraði, reiknum við sem vegalengd deilt með tíma. Það er mikilvægt að vera með skilgreiningarnar á því sem við erum að tala um á hreinu þegar við erum að tala um eðlisfræði. Því að við notum þetta ekki alltaf orðin eins og við gerum dagsdaglega. Þannig að hreyfing er færsla af einum stað yfir á annan.